Góða kvöldið. Við heilsum ykkur á þessu sinni hérna úr Valaskóla Egilsstöðum. Hér fara fram útgáfutónleikar Dagshljómsveitar Friðjóns Jóhannssonar. Við byrjum hins vegar þáttinn á Karlsstöðum í Berufirði, þar sem bændur tóku nýverið upp haustúpskjöruna. Og að vinna fyrir sjálfan sig. Það er bindandi en á sama tíma frelsandi. Á Skjöldustofu nýverið haldið góðdagskvöld og við skelltum okkur í mat. Þetta er allt saman tilengað lambinu og sauðkindinni. Í síðustu viku voru dagar myrkurs á Austurlandi og við fórum í afturgöngu á Seyðisfirði. Við erum að fagna í rauninni myrkrinu sem er núna að koma með vetrinum. En við byrjum á Karlsstöðum. Einhvern veginn að vera bara að búa inn í einhvern veginn miðri náttúruparadís, þannig að maður lappar einhvern veginn út og fær svona bara, tekur andköf. Bara wow! Að það er hérna einhvern veginn, já, maður fær rosa mikið kraft úr því. Listamennirnir og bændurnir Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Hessler létu drauma sína rætast þegar þau keyptu jörðina Karlsstað í Berufirði, en þar hafa þau byggt upp ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu, auk þess sem að menningin fær sinn stað. Bæði höfðu þau búið á höfuðborgarsvæðinu alla sína tíð fyrir utan stuttan tíma á Seyðisfirði. En af hverju sveitalífið? Ég spyr mig að því á hverjum degi, hvað er ég að gera hér? Jú, við einhvern veginn byrjaði þetta fyrir einhverjum árum síðan sem eitthvað svona draumur að fara og rækta grænmeti og framleiða vörur úr þeim og stunda einhvers konar menningarstarfsemi, tónleika og húlumhæ. Og svona til að gera langt stutta þá fundum við þennan fína bæ hérna á Austfjörðum í Berufirði og settust hér að og byrjum að láta draum okkar rætast. Þetta er bara búið að vera algjört ævintýri, rosa mikið vinna náttúrulega, en þetta er bara gott samfélag sem við búum í hérna og við hefum fengið mjög góða móttökur og það er ótrúlega gaman að vinna bara frá morgni til kvölds að áhugamálum sínum. Það er einhvern veginn algjörlega ómetanlegt og að vinna fyrir sjálfan sig. Það er bindandi en á sama tíma frelsandi. Matvælaframleiðsla Berglindar og Svavars hófst á Bulsunum sem eru íslenskar grænmetispylsur úr lífrænt ræktuðu íslensku bankabyggi og öðrum úrvalshráefnum. Í dag framleiða þau einnig snakk úr gulrófum og grænkáli sem ræktað er og fullunnið á Karlsstöðum. Það er greinilega mikil eftirspurn eftir íslenskum fullunnum vörum. Við finnum það og það er mikil eftirspurn eftir snakkinu. Ennþá er framleiðslan, hún hefur verið svona ennþá frekar hæg, en nú erum við að breyta svolítið framleiðslunum, þannig að nú ættum við að geta framleitt miklu meira. Og bulsurnar, þær eru alltaf salan á þeim með ári hverju. Það er ekkert íslenskt snakk sem er unnið úr íslensku grænmeti. Það er unnið úr innfluttu kartöflumjöli, það sem er til á markaði. Þannig að þetta er bara tækifæri, og líka gott að nota grænmeti sem er auðræktanlegt hérna á Íslandi og líka að gefa þessu hefðbundna grænmeti sem við erum vön, þessu róf og grænkál, eitthvað annað líf. Það er hægt að gera svo margt annað heldur en við erum kannski vön. Það er ekki bara með saltkjötinu. Aðeins eru 2 ár liðin frá því að þau Skötjuhú fluttu með fjölskyldunni í Karlsstaði og hafa þau áorkað ótrúlega miklu á þeim tíma. Þau byrjuðu á því að gera íbúðahúsið upp, þá gamla bæinn þar sem þau eru með gistingu, fjósinu var breytt í snakkgerð og hlöðinu í veitingastaðinn og viðburðavettvanginn Havarí sem opnaði síðastliðið vor. Havarí var byrjaði sem plötubúð í Austurstræti í 101 Reykjavík. Þróaði síðan upp út í það að vera myndlistagallerí og tónleikavettvangur. Neyddust til að loka þeirri búllu 2009 því að eigendurnir voru með hálfleita draum að byggja hótel. Þannig að við fórum á Hrakhóla og enduðum eiginlega hérna í 765 Berufirði. Við erum að opna bara sömu búllu hérna aftur yfir postnúmeri. Smá matvælatvisti. Já, með smá breytingum. En náttúrulega, maturinn kom inn í á leiðinni hingað og þannig að við erum svona markmiðið með þessu er að þetta sé svona viðburðavettvangur og lifandi staður fyrir músík og myndlist og mat. Seint kvöldi rokka við mér úr rútinu. Það er enginn heima, ég er aleinn í kotinu. Má ég fá mér púðu, sykur og rjóma. Ekki falla dóma, ekki kalla mig róna. Siglit í skottið á þér niðri á hlölla. Hvað ert að gera, ert að detta í slölla? Við eitthvað gerpi sem og ekkert gott skilið. Ég þarf að tala við þig,
minka aðeins bilið. Ég get verið alveg fáránlega hress, en ég get verið viðbjóðslega leiður líka. Hvort mikilvægara við? Það var rosa gaman að fá listamenn til að koma og kannski vera í 2-3 daga, gefa þeim bara vel að borða og góð rúm og þannig að svona slaka eins á og sumir voru í viku kannski bara fyrir og eftir. Þannig að þetta verður kannski svona gera svolítið úr þessu. Það er kannski líka markmið með þessu að listamenn eru oft kannski á þönum í tónleikamennsku og hoppa inn og út. Auðvitað er það líka allt í lagi en það er líka gaman að koma og slaka á og nýta tíma og kannski taka eitthvað upp og auðvitað þess að halda tónleikana. Og svo fannst mér þetta líka sameinað dálítið svona sveitina, bara að brjóta múr, það er stundum rígur milli Djúpavogshrepps og Breiðdalsvíkur og mér fannst svona bara einhvern veginn, við erum einhvern veginn mitt á milli og fólk kemur og hittist og bæði líka bændur í sveitinni koma svona að bera saman bækur og taka stöðun á heiðskap og svona og það er ekki síður skemmtilegt að bara það einhvern veginn að koma í kvöldkaffi hingað og ræða málin, það er bara ótrúlega gaman. Við getum haldið tónleika út í Raskati með fullu húsi miðja vetur, það er náttúrulega mikil meðgjöf. Það sem hjálpar líka við að gera þetta svona ánægilegt og að góðum stað til að búa og einmitt hvað það er mikið af frábæru fólki að gera skemmtilega hluti. Þannig að það er alltaf, þegar okkur langar að vera neytendur einhvers staðar, þá er bara svo margt í boði og við erum rosa duglega að fara í önnur bæjarfélög og fara helgar og gista einhvers staðar og taka þátt annars staðar. Af því að eins og ég segi, það eru bara einhvern veginn snillingar í öllum plásum hérna. Svavar Pétur er einn af þekktastur sem listamaðurinn Prins Pólo en hann á rætur sínar að rekja á Seyðisfjörð. Eftir við fluttum austur á Seyðisfjörð þannig 2008 þá var ég í rauninni bara einn og ekki í rauninni með hljómsveit og kom inn fyrir niður í kjallara og fór að semja tónlist undir nafninu Prins Pólo og sem var nú bara inspirerað af sjoppunni. Það var svona sjoppuleg tónlist og fekk sjoppulegt nafn. Síðan bara svona, það átti nú svo sem ekkert að vera neitt nema bara eitthvað svona til að hafa eitthvað að gera þannig við veturinn en svo vattaði upp á sig og ég er nú alltaf að ég er alltaf með svona hugmynd að reyna að enda það einhvern veginn með gera eitthvað fáránlegt þannig að ég geti ekki haldið áfram með það. Svo hefur Berglind spilað með mér í hljómsveitinni Prins Pólo og við vorum í hljómsveitu þar á undan líka. Við vorum í dúett sem ég létt á Bárunni og tókum plötu í Seyðisfjarðarkirkju og ekki pönk í því og töluðum kvótann og svona alvöru hluti. Rosa reið. Núna snýst þetta svolítið það að vera bara inn í bílskúr á kvöldin, þegar ekkert annað að gera og taka upp og Já, og svo svona kannski vegna annað þá hef ég svona smám saman alltaf tekið minna þátt út af því að það er svo margt annað að gera. Þegar það er búið að kála Prins Pólo og við erum svona aðeins búin að ná betra tökum á snakkbransanum að þá vonandi förum við aftur í skúrinn og gerum meira pönk. Hvað skildi vera framundan hjá Karlstaðabændum? Verkefni framundan er að ná utanum snakkframleiðsluna og koma því svona alveg rækilega á kortið. Já, og svo er bara að spila og svo kannski förum við í sumarfrí í janúar, hver veit. Svo opnum við eftir Hafarið 1. maí og þá erum við opið alla daga Og það er líka svo skemmtilegt við þetta. Þetta er svo fjölbreytt og við lifum svo með ástíðunum, þannig að það er svona hver ástíð hefur sitt verkefni. Núna erum við fyrir að líða að lokum uppskeru og þá fyrir að taka svona öflug framleiðsla við og svo kannski eins og ég segi slökum við aðeins á í janúar og svo höldum við áfram og svo miðar þetta þá fyrir við að undirbúa sumarið með bæði viðburði og svona matselt og fleira og svo auðvitað bara þarf að fara að plæja og allt þetta. Þannig að þetta er svona, mjög fjölbreytt. Ég reyna að nota eina eldspýtu þetta er svo hrikalega dýrt fyrir þjóðina að reka svona söfn, skal ég segja þér. Nú slökkum við á ljósunum. Hér er allt slökkt, búið að slökkva á allri götulýsingu og við hvetjum fólk ekki til þess að vera á ferð í bílum sínum og slökkva heima hjá sér öll ljós. Þannig að við erum umvafin myrkri
alveg. En svo eru hérna fólk með luktir og sumir hafa jafnvel klæðst hérna jólaseríum og annað skemmtilegt. Heyrðu þetta? Rétt upp hönd sem að heyri ekki. Já, takk fyrir. Nokkrar mínútur eru síðan götuljós sem voru slökkt og Seyðisfjörður nánast myrkvaður. Bæjarbúar hafa safnað saman tækniminjasafnið því þann fer af stað svo kölluð afturganga. Sko uppalega þá hét þetta myrkaganga. Svo var ákveðið að gera þetta aftur og þá köllum við þetta afturgangan. Og síðan bara gengið aftur og aftur. Og aftur. Og aftur og aftur. Núna afturgangan. Afturgangan aftur sem sagt. Já, hún felst í því að njóta þess að vera ekki með raflýsingu svona yfir öllu og aðeins að upplifa svona samveru í þéttbýli án þess að vera með raflýsingu. Eða bara ljós almennt. Við erum með bara svona fjósaluktir og svo leiðis. Gangan í genginni tilefni dagamyrkus, árvissar hátíðar á Austurlandi. Fjölbreytt dagskrá allan fjórðunginn og afturgangan meðal þess sem Seyðfirðingar taka upp á. Við erum að fagna í rauninni myrkrinu sem núna að koma með vetrinum og bara í rauninni að njóta þess að vera í myrkri og kveikja á kertum og hafa það huggulegt. Að þessu sinni gengið frá tækniminjasafninu í gegnum bæinn sem leið liggur á Bláu kirkjunni. Þó nokkur hópur tekur þátt í göngunni og margir hafa brugðist vel við ákallinu að grípa með sér eigin ljósgjafa. Það finnst öllum þetta rosalega gaman. Ég myndi segja að stemningi væri skemmtileg. Og það væri hérna svona eftirvænting út af einhverju óþekktu því það alltaf eitthvað óþekkt í myrkrinu, það veit enginn hvað það Við komumst aldrei að því heldur hvað það þannig að það alltaf jafn mikil eftirvænting frá upphæð til enda og svo kemur það eitthvað stað og það ljós og eitthvað að gerast og búið. Komið við í bókabúðinni þar sem leikskólabörn sína verk sín. Og það ekki bara heimamenn sem njóta myrkursins. Og ég hitti nú hérna bara eina konu frá París sem tók sig til og ætlar að ganga með okkur núna. Gerði sér sérstaka ferð til þess, þannig að það ofboðslega gaman. En auðvitað þetta mikið til bara heimafólk sem mætir og tekur þátt. Göngunni lauk svo á tónlistargjörningi í Bláu kirkjunni. Kótilettum kjamsa á og káli skortum blöðum ætli það séu ættaða frá alla á Skjöldólfsstöðum. Það líflegt skemmtanahaldið á Skjöldólfsstöðum í Jökuldal en í lok síðasta mánaðar var þar haldið kótilettukvöld og þegar ég spurði alla vertinn á staðnum hvernig kótilettukvöldu væri þá stóð ekki á svarinu. Það bara kvöld þar sem við komum saman og fáum okkur lambakótilettur og ætlum að syngja svolítið og segja sögur og hafa gaman. Og hverjir eru það sem að sækja þetta kvöld? Það bara fólk hérna á nágrennu, Jökuldalnum, Nesveitum og þéttbýlinn á Egilsstöðum og einhverjir örfáir lengra til. Þetta fyrsta kótilettukvöldi á Skjöldólfsstöðum. Þannig að þetta merkur viðburður en vonandi verður hann aftur. Alli þurfti nú ekki að hafa neinar áhyggjur af því að kvöldið myndi mislukast því þar var valinn maður í hverju rúmi. Við ætlum að vera með sögumann neðan úr Mjóafirði af genetískum framsóknarættum. Við erum með doktor í bragfræði sem ætlar að segja okkur svolítið af Stefáni Benediktssyni, fyrrum bóndi í Merki. Hann gaf út ljóðabók og við hefum aðeins gert það hérna á Skjöldólfsstöðum og þá hefur það nú oftast verið í minningu Hákonar Aðalsteinssonar sem hefur verið með ljóðakvöld og við erum bara að rifja upp gamla menningu. En hvaðan kemur kjötið? Kjötið kemur frá norrlenska matborðinu. Og gaman að segja frá því við erum hérna með líka snakk frá norrlenska matborðinu sem heitir lambastafir. Þetta allt saman tilengað lambinu og sauðkindinni sem hefur fóstrað okkur jökuldælinga og okkur hér landsbyggðarfólk í gegnum aldirna. Við hefum neytt hennar, hún hefur klætt okkur og haldið lífin í þjóðinni. Ég vildi fá að heyra hvort að gestum líkaði maturinn og lá þá beinast við að spyrja hvort að lambið fær ekki fram úr björtustu vonum. Ekki fram úr björtustu vonum, við vissum það náttúrulega fyrirfram að lambið klikkar aldrei. Kótilettur í raspiðinu og eitt af því besta sem maður getur fengið. Þetta var nú bara mjög einfalt mál. Það var virkilega gott, mjög góður matur sko. Þetta hefur verið góður úr tægi sem þessi lömba hafa verið á sko. Og svo verður nú félagskapurinn ekki, hann verður ekki betri?
verður náttúrulega ekki betri það sem að bændur á Jökuldal og nágrannasveitum koma saman og það alltaf góður félagsskapur. Skemmtiatriði kvöldsins voru ekki síðri en kótiletturnar og var almennt mikil ánægja með það sem framfór á sviðinu. Þau eru bara búin að vera ljómut og góð en Andri sá eftir að koma fram þannig að þetta kannski, já ég veit ekki hvernig það fer. Alveg fínur skemmtiatriði, alveg mjög góð. Og eiga bara eftir að batna þegar þú kemur á sviðið ekki? Já, það verður bara aðra dæmi Ég veit ekki á hverju veturinn lumar að velta mér upp úr því reyni ég síst. Hann gæti orðið snjóþyngri en síðasta sumar en samt það bara ekki tvíst. Einhver hefði einhver tíman sagt, ávallt hefnist fyrir góða tíð. Sjálfsagt verður árið undirlagt út í gegn með skuggalegri hríð. Þessar kótilettur reiða sig ekki fram sjálfar og var allt á fullu í eldhúsinu til að gestir þyrftu sig minnst að bíða. Hvað að fara mikið að kjöti ofan í mannskapinn? Hvað erum við að tala um? 50 kíló og svo leiðis, já. 50 kíló af lambi? Já. En að meðlæti? Meðlæti, það er nóga meðlæti. Það er salat og baunir og sósa, rauðkál. Áttu ekki eitthvað parta af þessari hugmynd? Kótilettu kvöld? Ég veit það ekki. Við erum svona saman bara að reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Þó sé alltaf gaman hérna á Jökuldalnum. En það er ein vísa eftir dómkirkjuprestinn Árna Jónsson. Árni sér í sveitir brá og sýndi með því framfarir. Heimasæti hitti þá og hafði við hana viðtal. Til að halda samfélagi gangandi í sveitinni þarf drífandi fólk til að ríða á vaðið með skemmtun sem þessa og vel var látið að framtakinu. Þetta er náttúrulega bara rosalega skemmtilegt framtak hjá aðstæðinni að byrja á kótilettu kvöldu og ég held að með að við aðkomi í kvölda þá er þetta líklega komið til að vera. Hann var nefnilega sölumadur á Egilsstöðum og hann var þar á meðal var hann að agitera fyrir skítadreifar og kallinn hafði mikið áhuga verið sem dreifar og labbaði í kringum hann og sölumadur tekur eftir þessu og hefur áhuga fyrir þessum dreifar. Já, svo sannarlega segir kall. Já, þú getur fengið hann og bara þennan dreifara, hann er bara til sölu, þú getur bara að fara með hann og hvað kostar það sem? Og sölumadur segir honum það. Og þá segir Magnús, þetta er nú bara þjófnaður og ránvirkja, sko, þetta er þvílíkt, ég kaupi þetta bara ekki, þetta er allt og dýrt. Og hvað ætlar að gera við peningana, kall, segir það, ég veit að þú vart nóga peningum, maður. Ekki ferðu nú með þá upp til Péturs, þegar þú drefst. Já, allir það sé nú ekki skárra heldur að dröslast með helvíti skítadreifan þetta upp það. Svo náttúrulega núna erum við að ljúka sláturtíð hér á Vopnafirði og Húsavík og Sauðárkróki, þetta fólk sem að slátrar á þeim húsum og þannig að það er síðasti slátrunardagur í dag og ágætt fyrir menn núna eftir 2 mánaða törn í smalamennskum og fjárstúrsi að aðeins að setjast niður og létta lundina og bara hafa gaman. Já, ég fór að hugsa hvað væri nýjasta frétta af alla frænda mínum og þá myndi ég að á síðasta ári fékk hann nýtt hné úr stáli og við þetta lagaðist limaburður alla frænda míns til mikilla muna. Alli er flottur frændi minn, farinn að bogna hálfpartinn. Alli á skilið knús á kinn, kominn með stál í þrífótinn. Við fullyrðum að flestir austfirðingar þekki Friðjón Jóhannsson, mjólkurfræðing frá Finnstöðum í Eiðaþinghá. Í rúm 40 ár hefur Friðjón spilað böllum og þorrablótum með allan fjórðunginn og reyndar víðar, síðustu 20 ár með danshljómsveit sinni. Samhliða því að spila fyrir dansi hefur sveitin safnað að sér austfirskum lögum og gefið út á plötum sem kallast austfirskir slagsteinar. Sú þriðja í röðinni er nýkomin út og inniheldur 16 lög eftir 17 austfirska laga og textahöfunda. Við gáum fyrstu diskin út 96 sem heit Austfirskir slagsteinar og bara Austfirskir slagsteinar, við ætlum ekki að gefa út fleiri. Svo árið eftir gáum við út disk með lögum Óðins G. Þórarinssonar frá Fáskrúðsfirði sem var að vísa ekki undir því nafni, hann hét Tónanna Klip og síðan gáum út Austfirskar slagsteinar 2 2003. Þessi diskar eru allir farnir og búnir, þannig að við fórum í það 2006 að gefa út sem sagt 44 laga disk sem við vorum að gefa út núna í þriðja skiptið, jafnlega því sem við vorum að gefa út þennan nýja disk. Þetta er samtals orðin 60 lög.
og höfundarnir eru orðnir 51 samtals á lög og texta. Þetta svona eins og að safna frímerki með gömlum húsgögnum eða hvað að segja. Þetta bara náttúrulega sjálfsagt hluti af einhverju söfnunar áráttu. Aðalmarkmiðið með þessum útgáfum að varðveita þessa músík sem eftir kannski flestum tilfellum tiltölulega óþekkta höfunda sem hafa kannski ekki komið sínu efni á framfæri og jafnvel sumir eða margir vita ekki af að hafa verið að vinna í músík, þannig að það ótrúlega gaman að finna þessa tónlist og koma inn í á varanlegt form, svo geta aðrir tekið við og gert betur síðar. Friðjón segir lögin berast á ýmsum áttum, en ferðalögin svæðið hafi verið gjöful. Við erum náttúrulega búin að vera í gegnum tíðina að spila náttúrulega hér Austurlandi, náttúrulega þvert að endilangt í öllum samkomuhúsum náttúrulega. Og það koma upp svona aðeins svona lokal lög sem að tengjast viðkomandi byggðarlögum og þá gaman að vinna áfram með þau, þannig að maður fari innsýn inn í þetta sem að gerast á stöðunum og þekkir þessa lagahöfunda sem að semja lög kannski fyrir þorrablót eða ásáttu eða eitthvað slíkt og svona kemur þetta til okkar og síðan eftir við byrjuðum á þessu þá alltaf orðið meira og meira það að menn hafa bara samband við okkur hvort og kynna sitt efni fyrir okkur og það náttúrulega opbóðslega gaman og þá tilgangurinn náð í raun og veru og það til efni á marga diska í viðbót eða út þegar það þetta bara spurning tíma og peninga. Friðjón hefur verið að í meira en 40 ár og á ljúfar minningar úr bransanum. Hann líka fagnar 60 ára afmæli sínu kvöld. Ég byrjaði á Eiðum hérna 1972 sem óskaplega langt síðan. En jú, ég orðinn rétthafi í félagi eldri borgar og ég stoltur af því að hafa náð því Já, þannig að það eru mörg tilefni til að fagna og 20 ár síðan hljómsveitin gaf út sinn fyrsta disk og svo framvegis, þannig að þetta allt á tímamótum. Við erum hérna í kvöld í Valaskjöld, þetta væntanlega hús sem þú átt miklar minningar úr. Já, miklar. Náttúrulega, fyrsta minningin náttúrulega mjög einföld og skýr í minni. Þá satt ég nákvæmlega þarna svona 5 metra frá okkur, þar sem við erum staðið núna. Þá ég 10 ára gamall að horfa á Skuggasvein sem var vígsluverkefni hérna í þessu húsi hérna í Valaskjöld. En ég hef ekki nokkra töluði hvað við erum búin að spila hérna því það alveg vonlaust. Það býst nátt. Verið sé að sem sjálfgeft svona út á landi að við vorum á tíðanbili hér hljómsveit sem ég var í Prag ásamt fleirum góðum mönnum hérna Bergmál að vera föst húsljómsveit hérna, það er mjög sérkennilegt á svona litlu svæði en það nú varasamt að gera það, maður á ekki að ofkeyra sitt heimasvæði, það er bara ekki sniður hvorki fyrir ljónstuna eða þá sem búa svæðin menn eiga að vera hreyfanlegir og færa sitt til eftir þörfum. Árið 1956 var ár Elvis Presley ásamt margara annara. Við skulum byrja á Presley. Það vill svo til að hann fæddur árið 1956, árið sem sagt að rockið hafi komið til Íslands. Hann telur samt enga beina tengingu þar á milli. Ég held að sé nú kannski ekki alveg svo gott en þetta staðfest í mér að ég var að lesa grein núna daginn þar sem að fyrsti útvarpsþátturinn fór í loftið, Ólafur Stephensen hann var með þátt í útvarpinu sem að spilaði létta rocktónlist eftir seinnipart á sunnudögum það hefði ekki verið leyfilegt í Ríkisútvarpinu fram að því en hérna upp úr því koma svo lög unga fólksins og fleira. En þetta skemmtileg tilviljun að vera fæddur á því ári sem að rockið kemur en hérna, það tók smá tíma.
Með þessum tónum þökkum við fyrir okkur í kvöld. Við sjáumst aftur að viku liðinni. Verið þið sæl.